Já, komið þið sæl. Ég ætla að fjalla hérna stöðugleika fiskiskipa. En stöðugleiki skipa, hann skilgreindur þannig að það eiginleiki skips til að rétta sig af og koma sér í upphafsstöðu sína ef því hefur verið hallað. Og allt það sem við fjöllum fyrir sambandi við stöðugleikan að miðast við það að halda þessum eiginleika sem bestum. Og fyrst skulum við að líta hérna á lögmál Arkímedesar. Þegar hlutir sökkt í vökva, léttist það jafn mikið á rúmmál þess vökvavegur sem það ryður frá sér. Til að skip geti flotið þarf því þungi skipsins að vera jafn þunga þessu vökva sem það ryður frá sér. Og særými sem að tala það raunverulega það sem fyrir neðan sjólínu á skipinu, það kallað særými og það sagt hérna djúpristan hérna sem þá dæmi það hvernig særými Nú, til að útskýra þetta kannski nánar það að ef við værum með einn rúmmetur af vökva sem væri þá í kassa sem væri þá einn rúmmetur. Ef við tækjum hann og dýfum hann niður í sjó eða vatn og við varum með, við varum með vikt á vírnum sem hérna heldur í kassan og vírinn hengir svo bara neðan í gómi og stórum krana og við varum með vikt þarna sem getur sýnt þarna einhver svo mörg tonn og ef við værum með þennan rúmmetur hangandi neðan í vírnum fyrir ofan sjó eða ofan yfirborð sjávar þá myndi hann sýna 1 tonn. Ef við slökum hann niður þá verður þetta 0. Við skulum miða við það að umbúðirnar eða kassin sé með eðlisþyngd sem svipuð og í vatni eða kannski eitthvað aðeins minni. Hins vegar ef við værum með svona steypuklump sem var 1 rúmmetur þá myndi hann vega alveg 2 tonn hangandi svona í lausu lofti. En ef við slökuðum honum niður í vatn eða sjó þá myndi viktin sýna 1 tonn. Hann ryður frá sér 1 tonn af vökva og léttist samsvarandi. Þannig að þá kannski skýrir þetta það hvað þetta lögmáls Arkímedesar gengur út á betur. Nú við komum hérna aftur að fríborðinu, eða djúpristur heldur og fríborð, hvað það Djúpristan sem sagt vegalengdin frá sjólínu og niður á neðsta punkt í vatnum sem oftast hellin þegar bátar eru með þessari lögun eins og þessi hérna og fríborð aftur á móti vegalengdin frá sjólínu og upp að hæð á tilfari á lokuðum bátum. En á opnum bátum það vegalengdin frá sjólínu og upp að borðstokk eða lunningu eins og það oft kallað líka. Við tölum hérna eiginþyngd. Eiginþyngd eða léttþyngd skips eða létt skipsþyngd kallað hana þyngd á tómu skipi, það ekkert í því annað en bara skrokkurinn og vélinn og svona það sem fast í því. Þetta svona svipað hugsa eins og í sambandi við eiginþyngd á bílum ef að menn verið að skoða það í skoðunarvottorinn á bílunum sem hvað það Nú síðan kemur hérna farm og birgðaþungi. Það að segja það sem við tökum borð í skipið til þess að geta farið með það út í rekstur og við erum hérna að taka, kannski fara á höfn og þá vorum við að taka hérna olíu
ýmis konar vatn og veiðarfæri svona og vistir og við förum út með þetta og síðan þegar við förum að fiska þá bætist aflinn við líka. Og þessi pakki hér það sem að mynda þennan farm- og byggðaþunga. Sæþungi þá eigin þyngd pluss farm- og byggðaþungi, það sem sagt sæþungi. Þetta þetta komið borð og þá þetta þungin og skipinu með öllu saman, eigin þyngd pluss byrðum sem nefnist þá sæþungi. Skip geta hallað út af ýmsum ástæðum, ýmist út af hleðslu eða út af vindum og þarna eru svona skýringarmyndir sem að sýna það hvað sem gerist. Hérna erum við til dæmis með afla ofanlega í skipinu, setjum hann út í aðra hliðina og þá fer að halla undan því. Og aftur á móti þegar að þetta talað að þetta sé vegna innri áhrifa, þetta eitthvað sem við getum breytt, við getum alltaf fært aflan til, sett hann hún í lest og rétt skipið af. En svo aftur á móti halli vegna ytri áhrifa sem til dæmis vegna vinds og þarna sést Kári gamli vera að blása á skipið og þetta svolítið erfitt að ráða við. En þetta kallað halli vegna ytri áhrifa, þetta sem að þarna skeður. Óstöðugt jafnvægi, kallað LOL líka. Hugtakið óstöðugt jafnvægi lýsir ástandi skip sem óstöðugt í uppréttistöðu og liggur þess vegna með halla út í annað borðið. Það eins og þessi mynd sem að sýnir hérna að þarna hallar út í annað borðið. Ef okkur tengist það rétt að gera það beint, þá myndi það leggjast út í hitt borðið kannski. Það er ekki stöðugt. Og þetta þegar svona gerist, þegar að gerast með skip, að þá eitthvað að og við þurfum að finna orsökina sem allra fyrst og reyna að lagfæra, eða ekkert að reyna, við þurfum að lagfæra það sem allra fyrst, reyna það út í sjó ef það er hægt, en ef það er ekki hægt þá verðum við að koma okkur í landið bráðast og fá hjálp frá viðkomandi fagaðilum til þess að koma þessu hlutum í lag. Gravity, það þungi þarna. Það sem fer upp, það kemur aftur niður og við sjáum hvað skeður þarna með boltan, strákurinn hendur honum upp og boltinn kemur svo niður aftur. Hann heldur ekkert áfram að svífa eitthvað út í geim, það þyngdar eða aðdráttarafl jarðar sem að dregur hann að jörðinni, svo að hann skilar sig aftur tilbaka. Og þyngdarmiðja sem talað þarna og þar er ákveðin punktur sem að þá þyngdarmiðja allra hluta og hérna dæmi þar sem við verðum að sýna boltan, strákurinn hefur boltan standandi ofan á hlutanum og þyngdarmiðjan hérna. Þarna er boltinn í bestu jafnvægi. Aftur á móti á þessari mynd hérna þyngdarmiðja skipsins hér og þetta er mælt, hún er á með öllu rétt að vera akkurat í miðju skipi og þá er það vegarengdin hérna myndi kjöl og hérna uppað og í þessari línu, miðlínu hérna, þar á þyngdarpunkturinn að liggja. Og þetta er bara huglegt atriði og þetta er fundið með mælingum eins og segir þarna. Þá er skipið hallaprófað og hæð þyngdarmiðju mæld í metrum. Það er umverulega svona, finnum þetta út frá því hvernig skipið veltur, hvað þetta er. Þetta er bara mælt og reiknað svo út. Uppdrift. Skip fljóta vegna þess að þau hafa uppdrift og þarna er svona verið að sýna þetta með boltanum hvað skeður. Boltanum er haldið þarna niður í vatninu,
svo er hann sleppt og hann rýkur upp af því að hann hefur uppdrift. Og hérna flýtur hann ofan á og hérna er verið að tala um svokallað uppdriftsmiðju og hún er þá hérna í staðsett í þessu punktunum B sem er hérna og hún liggur gegnum rúmfræðilega miðju særými skipsins, en eins og munum það var særými þar sem að sá hluta skipinu sem var fyrir neðan sjólínu. Og þetta hérna er fyrir neðan sjólínu ef þessi bolti verður liggjandi í sjó.